Við þurfum alltaf að koma út í. Ok? Við verðum hérna fyrir framan. Ég heiti Alexander. Ég heiti Nei, what the fuck, ég rugglaðist. Ég heiti Solon. og ég heiti Alexander. Og við erum úr Insane. Í þessari viku fórum við niður í Siglingaklúbbinn Nökkva. Ég heiti Alexander Og ég heiti Solon. og við erum úr Insane. Í þessari viku kynntum við okkur starfsemi Siglingaklúbbs Nökkva og Við fengum líka að prófa ýmsa hluti hjá þeim eins og kajak og seglbáta og allt þannig. Við fórum líka, fengum að taka viðtal við 2 parkustráka og fórum síðan upp í íþróttahús í Giljaskóla og prófum aðeins parkur þar. Já. Getum við klippt þetta bara? Klippum þetta bara, ok. Já, það er líka til Facebook. Hérna við erum með Rúnar Þór, forstöðumann Nökkva. Siglingaklúbbinn Nökkva, eða ekki? Jú, Siglingaklúbbinn Nökkvi, já. Við hefum tekið eftir því að stækkunin á klúbbnum undanfarin ár hefur verið gífurleg, ekki satt? Jú, þetta hefur bara vaxið þó nokkuð mikið og starfsemin er alltaf að vera meira og meiri. Og hún er varin að vera meira svona samkeppnishæf aðrar íþróttir á Akureyri, eða ekki? Jú, ég er að vona það. Allavega erum við aðstæðan öll að koma og verða betri og betri og við erum að eignast fleiri báta. Allt í lagi. Og þetta er skemmtilegt, eða ekki? Já, ég vona það. Allavega kemur fólk ár eftir ár og það eru krakkar sem er farin að koma sunnan, koma alltaf reglulega og fara á viku eða hálfsmánaða námskeið hjá okkur. Og hvernig er það? Eru krakkarnir bara að æfa, er einhver mót eða eitthvað svoleiðis? Já, það eru alltaf mót, Íslandsmót og miðsumarsmót og opnunarmót og lokamót. Það er ýmislegt sem er í gangi yfir sumarið. Okay. Þannig að þetta hljómar mjög spennandi. En hérna, ef að krakkarnir vilja koma að nálgast og prófa, hvernig er það gert? Já, það er ekki þannig. Þú bara skráðaði námskeið, það er ekkert mikil áhætta við það. Þú bara kemur á viku námskeið og sér hvort þið líkar. Og hvað er þetta að kosta? Það kostar svona frá 8.000 krónum og svo bara lækka verði eftir sem krakkarnir koma oftar. Ok, takk hérlega. Takk. Are you ready for the bass? Sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag. Þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís. Svölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarinn. DJ, yo, get on the case. Rinse out, get down. Who's in the mic with a wicked sound? Wicked sound. Wicked sound.
Get hyper. 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 Velkomin inn, Sein. Takk fyrir. Hvað heitið þið og hvað er í gangi þér? Ég heiti Bjarni Ísar og ég er 15 ára. Og ég er Ísak Adri og ég er 15 ára 16. Hvað nákvæmlega er parkour? Parkour er bara freedom of movement. Bara gerða það sem þú vilt. Aðalega trikk samt. En fríræning er ekki það sama parkour. Já. Veit þú eitthvað að segja um þetta, Ísak? Bara hans það. Það er bara náttúrulega það. Allt í lagi. Hvað vakti áhuga okkar á parkour? Ísak. Ég bara, veit ekki. Ég hef alltaf verið að gera þetta bara síðan ég var manni eftir mér. Bara verið að klifra alltaf og klifra í trém og svona. Ok. Hvar og hvenær stundið þið parkour? Alltaf, allstaðar. Bara hvað sem er. Bara hvað sem er þar sem er. Hvað er besta trikkið ykkar? Veit ekki. Arabakk, hvað er fólki? Já, ég veit það ekki. Double front 540. Já. Hvað langt sem þið byrjaði að stunda parkour? Ég byrjaði fyrir 3 árum, 2010. Já, ég byrjaði að æfa þá líka. Byrjuðum svona að æfa á cirka saman tíma. Hvenær byrjaðu þið að leika þér að stunda parkour? Já, ég veit það. Svona 9, eitthvað þannig, 3 árum. Hvetið þið fólk til að pröfa parkour? Já, virkilega. Bara endilega koma að pröfa. Ef þið eru góð í þessu, haldið áfram. Ef þið eru ekki góð í þessu, haldið samt áfram. Flott svar. En hvað vilt þú segja um þetta, Ísak? Já, það er gott að byrja að æfa, svo maður fara ekki bara út og gera eitthvað. Læra, skilur, að delta, rétt og svona. Hvað getur maður nálgast að æfa parkour? Á fimag.is og bara fara upp í fimmleikvæðin og tala að steppa. Ok, flott. Heyrðu, takk fyrir að koma í þáttinn. Já, takk fyrir þetta. Takk. 1, 2, 3, 4.
dag hérna í Fimleikahúsinu við Giljaskóla. Þá viljum við í Insane. Takk kærlega fyrir þetta Fimleikahúsinu Akureyrar að lána okkur sali. Það var fáránlega gaman. Þannig við lengi langað til að prófa þetta og loksins var það að veruleika. Skallaði GoPro. Þetta var Insane endur maður.